Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og við erum heltekin af Lísu í Undralandi enda frumsýningadagur runnin upp fagur. Verið velkomin til mín. Takk. Hvernig er maður með fiðrildi í maganum á frumsýningadegi, herra leikstjóri? Já, alltaf. Og þetta svona endirinn á einni törn en byrjurinn á annarri, sko. Því að núna byrjar þetta, núna gerist, þú veist, við getum æft eitthvað endalaust. En ef við erum ekki að sýna þetta fyrir neitt, þá skiptir þetta eitthvað máli, sko. Nei. Og er þetta góð tilfinning? Eða ertu stressaður? Nei. Ég hef aldrei verið svona stressaður fyrir neinu af sýningunum mínum, sko. Nei. Ég hef aldrei einhvern veginn verið á þeim stað á frumsýningu að bara svona... Hvað gerist? Er þetta sýning? Já, er þetta sýning. Þetta er held ég ekki gott stöff. Og þú veist, við vorum með generalpröfu í gær og hún gekk bara svo vel. Já. Það var bara svona, þú veist. Svo er náttúrulega, ég sé náttúrulega svona milljón hluti sem eru að, sko. Og við vorum til 5 í nótt að... Já. Maður er svona að sauma síðustu sporin, það er ekki aðeins að breyta þessu, svo þarf maður bara að hætta. Já, nákvæmlega, þetta er bara... Jó, getum við fengið ljós hérna, það er bara ekki til fleiri ljós í þessu húsi, Við þá slökka þetta. Þannig að það er endalaust, sko. Já, nákvæmlega. Svo vinna þetta síðan áfram, sko. Nákvæmlega. Þú veist, sýning er ekkert endilega tilbúin, þú veist. Tilbúin og endurtekin. Já, það er bara svona. En þessi sýning, þetta hlýtur að vera, ég ímynda mér það, að vera ákveðin svona óskaverkefni fyrir leikmynda og búningahönnun. Þetta er bara algjört nammiland, sko. Þetta er það og ég var næstu bara svona, er búin að fá mig mikið af góðu fólki með mér líka því mér fannst þetta bara svona eigingjarnt að sitja eina þessu hlaðborði. Já. Þetta er náttúrulega útrúlega skemmtilegi karakterar og algjör ævintýra heimur. Þannig að þetta er algjör draumaverkefni. Segðu mér, hvernig virkar þetta? Þú fær bara, já, þetta verkefni, þetta er náttúrulega brjálæðislega sjónrænt og búningar og undraland sem þarf að skapa. Hvað gerist næst? Við náttúrulega förum í dialóg við Vignir, leikstjórinn og vinnum út frá handritinu hennar Möggu og maður byrja bara í hugmynd að fara á flug, leyfa sér að fara á flug og finna hver okkar estetík. Þetta er náttúrulega, það þekkja margir Disney, Lísu og svo kom Tim Burton Lísa. Það eru ýmsir búin að setja svona sitt fingrafars og við erum svolítið að finna okkar. Það þurfti ekki að vera einhver eftirmynd af einhverju öðru endilega. Nei, einmitt, en á sama tíma vill maður líka kannski vísa í ákveðin minni sem eru þekkt og þú veist, börn koma ákveðna væntingar og svona sum loforð sem við þurfum að uppfylla. Þú veist, það er þarna kálormur sem við ætlum kannski bara að láta sitja á kálblaði en það var bara, hann á að vera sveppi. Það var bara, ok, hann fær að vera sveppi. Það var svona nokkuð svona atriði og hattarinn, hann varð að fá einn hattarahatt. Þú veist, það eru svona nokkuð hlutir sem maður hefur bara svona, því að fólk þekkir það, það er einhvern veginn bara svik við sýninguna ef ákveðnir hlutir eru ekki. En svo á sama tíma tekum maður sitt bestarleifi og finnur sinn tón og fagurfræði. Þú veist, og sérstaklega með þetta vegna þess að, þú veist, ef það er eitthvað svona verk sem að gerist, þú veist, greinilega á einhverjum ákveðnum stað og eitthvað svona, þá getum við að fara og skoða myndir af því og eitthvað svona. En, þú veist, þetta við bara byrjum með algjörlega autt blað, sko. Og ég var að hugsa daginn, ég man ekki hvernig við fengum þessar hugmyndir. Nei. Ég man ekki hvernig þetta fór á stað í byrjun og af hverju við enduðum... Svo var bara svona, þú svo í dæmum svona, já, auðvitað er þetta svona. Þú veist, maður gleymir svolítið. En við fórum svolítið hún í þetta, þú veist, hún dettur hún í holu, þetta er neðanjarðar, þú veist, við fórum svolítið út í þessa pælingu, þetta væri yfirgefinn skemmtigarður. Þú veist, það var svona ein pæling sem við vorum svolítið að leika okkur með og Og við náttúrulega svolítið út frá því vegna þess að við erum með hringsvið. Já. Við smíðum hringsvið upp í samkomuhús sem virkar náttúrulega ekkert. Það er mótor og alls konar svona. Þannig að það fólk þarf að snúa því, handsnúa því bakvið og það er búið að vera mjög... Nei, er þetta sér það? Já. Þetta er alveg bara hörku púl baksviðs, þetta er Allir orðnir alveg helkvættaður? Verða það. Já, á endanum. Er þetta að borga fyrir að fá að vinna þetta? Já, eiginlega. Vera í líkamsræktar á launum. Það var svona okkar lausn, hún er stanslaust á ferðinni, Lísa, og það er mjög erfitt í leikhúsi að vera alltaf, það verður alltaf einhvern veginn að hitta einhvern nýjan og þá þarf að loka og svona. Og Margrét er búin að skrifa mjög flott handrit til að reyna að leysa það, eins og ég las bókina bara í fyrsta skipti, þú veist, fyrir þetta og hún er nett leiðilega, sko, þú veist, hún skrifið fyrir, það er 150 ár síðan hún var skrifið, þetta er bara svona einhver svona barnasaga og
Þannig að það var svolítið að ná einhvern veginn svona boga og eitthvað, þú veist, í bókinu þá vaknar hún bara. Það er til leiðilegur endir, sko. Og ég held líka að segja sitt, sko, hvað eru til margar kvikmyndaútfærslur af Lísu, en hvað maður sér hana kannski ekki jafn oft í leikhúsi. Ég til dæmis, við vorum svolítið að fara yfir það nú, bara, hérna, við höfum aldrei séð Lísu í leikhúsi, það einhverja áhuga leikhópar sem hafa sett hana upp og þú veist, hún tricky í þessu einmitt og við svolítið fórum þá leiða í staðinn fyrir að lýsa sér endalaust endilega á ferðalagi að það koma ýmsir karakterar á ferð til hennar. Það var svolítið svona einn af okkar. Það er auðveldara. Nákvæmlega. En þið eru augljóslega búin að vera að horfa á reynslu og var ekki gott að fá áhorfendur í salinn? Jó, það er æði. Það verður, eins og ég segi, þú veist, það er bara eitthvað, annars er þetta bara eitthvað fólk að gera eitthvað bara út í bæ. Já, nákvæmlega. Það er ekki fyrir að fólk kemur og hérna, þau eru búin að vera mjög mismunandi, ég er bara að viðurkenna það. Fyrstu reynslinn sem að fólk kom og sá, það var svolítið skrýtnar sýningar. Það var alveg svolítið bara svona, ok, við verðum að kíkja á þetta greið. Þolinmóður áhorfendur. Það var alveg svona allt frá því að hljóðkortið bilaði í mér sýningu. Stoppa yfir í bara, þú veist, sviðið snýrist í vitlaus átt og kom bara einhvern leikstjórinn að hlaupa upp og draga fyrir tjöldin þú veist að þetta er einhvern veginn þetta er búið að, þú veist, enn svo þetta bara, þú veist, þetta hlýtur að smella í kvöld Nákvæmlega, já. En eins og það er svo gaman alltaf líka, þetta er, þú veist, fjölskyldusýningar sem að þarf að höfða til breiðs aldurshóps og mjög gaman að fá inn skólakrakka, fá grunnskólabekk og maður sá aðeins þegar þau byrja að íða, já, ok, þetta er ekki sérstaklega skemmtileg sena, þú veist, við þurfum aðeins við þurfum að laga hana og stýta hana og svo er skemmtilegt líka að sjá að því maður er alltaf svolítið svona kíkja eftir viðbrögðum fólksins, það er að sjá allt í einu svona sprungandi krakkarnir og svo kemur alveg, við erum búin að vera mjög meðvitað um það, að reyna að fylla hana líka af fullorðinsbröndurum, sko, og þegar maður allt í einu bara svona sá fólk, svona fullorðna fólki aðeins svona skella upp úr og krakkarnir bara eitthvað. Hvað var það? Nákvæmlega. Þetta er orðið spennandi og ég veit að það er von á Lísu hingað allavega. Allavega Lísu og ég held hún sem er fylgdarsvein. Já, hún er með fríðan fylgisvein með sér. Spennandi. Ég þakka ykkur fyrir spjallið og ég held að við kannski bara reynum að finna Lísu.